mjög hræddur. What's up vlog? Núna komið að house tour. Fólk geðbilað úti. Við erum velkomin í vlogg númer 2 frá Texas. Það fyrsti dagurinn okkar. Sko, vlogginn átti að vera, fyrsta vloggi átti að vera bara eiginlega ferðavlogg / fyrstu dagarnir. Svo endaði með að setja bara í eitt vlogg, literally. En það dagur 2, við vorum út að borða í gær með fjölskyldunni hennar Sillu. Það er ástæðan okkur við erum hérna af því að við erum að heimsækja þau. Þau hafi ekki farið til Texas í 7 ár, 2018, 2019 cirka. Ég held það. Ég hef aldrei farið til Texas. Silla á afa hennar og mamminar á 3 systur vil ég segja. Og við basically fórum út að borða á einhvern stað, einhvern svona Austin Southern stað. Mjög fínn, vorum þar í svona 2,5 tíma, spjalla heilmikið. Svo fórum við að versla okkur í matinn í H.E.B. Ekki versla okkur í matinn, ég og Silla stökum inn og ætluðum bara að kaupa bara morgunmat, bara eitthvað til að geta borða á morgunum, eitthvað að drekka. Endum á að eyða $86. Dagurinn í dag er bara að fara að chill dagur. Við erum að skjótast í nokkra búðir. Svo ætlum við líklega bara að fara á sundlaugarbakkanum, slaka á þar í smá stund og elda okkur fínt. Elda okkur fínt að borða. Við ætlum bara að elda okkur eitthvað gott að borða. What's up vlog? Welcome back to my YouTube channel. Í dag ætlum við að byrja dagina. Við byrjum dagina á fyrir ræktina. Þannig í rauninni næsta sem við ætlum að gera er að fara í búðina til að kaupa allt sem við þurfum til að borða. Nákvæmlega sem hún sagði, klukkan er 8:43 að dagur 2 í Texas. Sko, allar kerrur í Ameríku eru náttúrulega bara eins og Costco kerrur í Íslandi. Já, sterk og dugleg maður, wow. Svona með við erum hérna, mér langar að taka smá könnun hvað það kostar í búðinni hérna. Af því að sagt okkur að fara í þessa búð en ekki Target eða Walmart, það sjá að vera ódýrara greinilega. Ég fór að sjá hvað það kostar versus Ísland. Silla er í peysu sko, klukkan er 9, það er samt 29 gráður úti. Þetta er flott búð, það er bakari, það er fish market, það er meat market, það er ostamarket. Þannig að við erum ekkert að grínast þegar fólk segir að það er allt stærra í Texas. Þetta hérna er rauðlaugur, bíða aðeins. Þetta hérna er bara svo venjulegur laugur. Mér vantar mini útgáfu greinilega. Og þetta er stór rauðlaugur, 89 cent. Það er, þetta er 111 krónur fyrir samt risa rauðlaug. Ég veit ekki hvort það sé gott eða slæmt. Paprikuna voru $3 fyrir 2 paprikur. Sko, á Íslandi þú getur keypt svona salatblöndu eitthvað. En af hverju er ekki hægt að kaupa þessa kál? Af því þú veist, mér finnst kál alveg gott. Mér finnst ógeðslega leiðilegt að kaupa stóran kálhaus þegar ég er bara ein að borða þetta. Þetta er miklu sniðugra. Já, hann kostar $1.89. Við erum að velja hakk. Everything is bigger in Texas. Þetta er Texas size pack af hakki. Góð verðið, 27. 2,39 pounds sem er svona mikið og kostar 17.80. Það verður ógeðslega leiðilegt að klippa þetta vídeo og vera alltaf að googla og kalkulata allt. Bara Ólið sem er editað þetta vídeo, I'm so sorry. Chicken breast, 2,85 pound á $7.10. Þetta er aðeins ódýrari en á Íslandi. 5,89 fyrir, stærsta ostapakka sem ég sé. Það spyrja mig margir, Óli, hvernig bragð af Pringles dreymir þig og verður að fá í Ísland? Leð mér að segja eitthvað. Beer braised steak og beer cheeseburger. Bragð af Pringles. Fólk er geðbilað hérna úti. En það tökum einn eggjapakka, þetta er 12 egg, kostar $2.66. En við ætlum að kaupa 30 egg. Það verður, skemmtilegt. Kassa af Coke Zero með 12 dósum, 8,42. En það sem ég vil minna þessi best er að það er mini-útgáfa af öllum góðsunum til. Þannig að þetta eru svona dósir. Það eru 10 mini-cans. Ég reynda virkt aðeins dýrara. Þetta er á 6,84 og með að 12 með $2 dýrara og það er miklu stærri dósir. Þannig að you do the math, guys. Og svo líka ég var að tala 3 lítra dósir, ert að grínast í mér? Eru á svona mikið? Ert að grínast? Svo er líka gósgangurinn bara heill gangur. Sko, Pokémon Fjóru er á $4.99 sem er alveg fáránlega dýrt. En samt er þetta líka ógeðslega dýrt á Íslandi, þannig að það jafnast út. Það eru fleiri skrýtnar Pringles bragðtegundir. Texas Barbecue Brisket, Smoky Mesquite Barbecue, Spicy Guac, Mexican Street Corn, Spicy Loaded Nachos, Dill Pickle. Þetta er skemmtilegt. Við erum bara með tortilla í matnum og getum Doritos á svona mikið, en þetta er aðeins stærra en Íslandi samt. Kókapöf sko lítill pakki á $2.97, family size á $4.47. Morgunverðið er náttúrulega bara endalaust. Confetti Cereals, Honey Nut Cereals, Protein. Það er endalaust til. Þetta er skemmtilegt. Þetta sé gott.
Þetta er auðvitað gott. Og smakka þetta. Já, smakkum þetta. $5. Seriós er á 4,47. Pakki af bulldog-núðlum kostar 6,98. Ok, við vorum hérna í svona cirka klukkutíma og það kostaði 112. En þú veist, við tókum eitthvað og svo mamma taka eitthvað. En sko ástæðan okkur var þetta svona dýrt út af því ég tók sjampo og hárnæringu frá hana Redken, eða veitir hvað það er. Það er ógeðslega overpriced á Íslandi. Já, og svo líka geðsneita. Það er gæi sem bara vinnur við að setja í póka. Wow. Búðin var bara skemmtileg. Já, sorry ef meðir hlutin á vlogginu fór í að skoða hvað verð kostar. Algjört svona boomer alert, en nú klukkan akkur 10 þannig að höldum ferðin okkar áfram. Sko, ég er búinn að vera að reyna að leita einni treyju ógeðslega lengi og það er svarta norska treyjan á H&M. Hún er ekki neinstað til á Íslandi. Ef ég ætlaði að panta hana og myndi hún ekki koma í tíma. Soccer Post, America's Soccer Shop, samkvæmt Instagraminu þeirra á hún að vera til. Ég er mjög spenntur af því að ég vil aldrei sé fótboltatreyjubúð í Bandaríkjunum, en við skulum tjekka á þessu. Heyrðu, sko erum við Mexíkó, Argentínu, Spán, South Africa, Belgíu, Kólumbíu, reyndar Luis Díaz Kólumbíu treyja, Geðvik, Þýskaland, heyrðu ég er akkurat í þessari núna. Portugal, Ghana, Morakó, Egyptaland, Paraguay, hvað segirðu? Þessi er Geðvik reyndar sko, við erum með Króatíu, þarna er hún, norska treyjan maður, er þetta grínast? Kanada, Tyrkland, það er öll H&M-liðin hérna. Brasilía, þú veist það er meira þess að suður kóreska treyjan sem er reynda Geðvik sko. Norska treyjan, hún kostar vissilega $100 en ég bara, nei sko, það eru öll liðin. Svo erum við með Bosníu, við erum með Kongo, við erum með Paraguay, Morakó, Egyptaland, Ghana, þú veist, you name it, það er hérna. Og nú erum við komin heim, ég loksins bara fékk norsku treyjuna, ég er búinn að leita henni svo lengi. Hún var loksins til hana, ég var ógeðslega lengi að leita af þessu á netinu. Ég loksins fann þessa einu búð sem selur þetta, það var nokkrar eftir og ég er mjög sáttur. Ég er búinn að leita þessar treyju ógeðslega lengi. Mér fannst rauða aðaltreyjan í Noregi, mér fannst hún ógeðslega ljót, sorry. Mér fannst hún svo ekki flott. Fyrr en H&M byrjaði, þá var ég bara ok, veistu hvað, hún er actually flott. En mér langaði alltaf í svörtu treyjuna, mér fannst hún alltaf svo clean og mér langaði helst að fá annað hvort Núsa eða Holland merktan á. En þeir voru bara ekki með merkingar, því miður. Og þú getur merkt en þá var það ekki official stafinir og þá geta það komið eftir svona 5-6 daga. Í dag er 50 dagur, nú erum við að keppa á laugardaginn og við erum að fara að hitta fjölskylduna, Silla og fara í eitthvað svona watch party. Við erum að horfa á Noregur, England og Argentína, Sviss. Þannig að þú veist, ég ætla að vera í treyjunni, ég er líka með Englandstreyjuna mína, en þau eru öll hálf mexikósk eða eru whatever, allavega. Ég þori ekki að fara í Englandstreyjuna því að náttúrulega Mexíkó tapar mot Englandi. Ég tek hana samt með, svona just in case. Núna er komið að house tour hér í Texas. Ég vissi ég hefði bara takið upp í gær þegar allt var hreint af því að nú er allt á hvolfi. Byrjum á því að labba hennan ógeðslega langa gang. Kemur inn og þá er annar langur gangur og það er ógeðslega hátt til loft eins og þú sér bara þessa hurð. Ég næ svona og ég er náttúrulega 1,94. Herbergi 1, baðherbergi. Herri já, þið verða að sjá þetta. Þetta er stærsta þvottavél sem ég hef séð. Þú veist, þið sjáu bara höndina. Þvottavél og þurrkar hérna, nice. Svo löpum við hér. Við erum með sófa og sjónvarp. Stór eldhús segju, allt á hvolfi, við vorum að búa til hádegismat áðan. Mjög stórt eldhús bara, actually. Förum hingað inn í herbergi okkar Sillu og eins og ég sýndi þetta í vlogginu í gær, þá erum við með baðherbergi og svo fataherbergi. Svo erum við líka með stóra svalir. Svalir sem fara alla leið hingað og yfir horni, wow, vindur. Sem sagt, þarna er gymmið. Við fórum í gymmi í morgun, það er sundlaugina líka. Það var gott að vera í dag, 36 gráður. Ég ætla að sýna ykkur hvað við erum með í ísskáp. Við erum með Capri Sun, við erum með Powerade, við erum með Sparkling Water, við erum með Mini Coke Zero, við erum með Mini Diet Coke, við erum með Mini Fanta. Þessar dósur eru besta í heimi. Stundum fæ maður þessi stóru dós, þið sjáu bara munin. Og maður er ekkert það þyrstur, en þetta er svona fullkomið. Svo erum við með gallon of milk, við erum með smjör, við erum með fyrir takkakvöld og pizzakvöld, við erum með ostar, með vatn, við erum með skýr, við erum með hakk og kjöt og pilsur og osta. Sko
sko 900 g osti og grænmeti þannig. Og svo erum við með morgunkorn hér. En í dag er ekkert að vera meira sérstakt að gera, við erum búin að gera allt. Silla og mamma og Silvi fóru í Target og voru að versla eitthvað. Ég er mjög hræddur af því að Silla er með kortið mitt. En svo þegar þær koma heim þá ætlum við bara að fara að elda mat og basically bara hafa kósí kvöld. Þannig að er ekkert sérstakt að fara að gera smeyrist í dag. En ég veit á morgun sem er dagur 3 í Texas, í dag er dagur 2. Tæknilega sé dagur 1, en við komum í gær. En við komum svo snemma þannig að tæknilega sé dagur 1. En í dag er fyrsti heilu dagurinn, þannig að segjum við að dagur 1. Þannig að á morgun er dagur 2 og við erum að fara í roadtrip til systurinnar mömmu Sillu. Við ætlum að fara á Buc-ee's sem er risastór bensínstöð, mjög spennt að sjá það. Við erum að fara í risaðlugarð, ég veit ekki, ég bara sagði já, ég þarf að koma með. Og við erum að fara á ranchinn hjá því fólki. Meðan ég er í Texas þá eru nokkrir hlutir sem ég langar að gera. Mér langar ógeðslega mikið að fara á svona shooting range. Ég hef aldrei gert það, mér langar ógeðslega mikið að pröfa þetta. Þetta er svona Texas tengi. Mér langar að smakka barbecue brisket hér í Texas. Og mér langar í cowboy hat. That's it. Þetta er einu 3 hlutin sem ég bið Heyrðu svo líka eitt skemmtilegt. Allar kókdósunar eru með svona fylkjónum sínum á. Eins og hérna er Colorado og hérna er Kansas. Og ég er búinn að taka það verkefni á mig. Í staðinn fyrir að henda þessum dósum. Það var markmiðið mitt í ferðinni að safna öllum. Svona Pokémon vibe, gotta catch them all. Hérna eru við með Arkansas. Og það vantar, þannig að setjum það upp. Og eins og eru komið 4 fylki og Puerto Rico, ég veit ekki hvað það er. Já, sem sagt, Silla og mamminar fóru í Target fyrir 2,5 tímum og þær voru að koma tilbaka. Segja mér hvernig var? Það var get nice. Engin þú, engin Julian og engin Jóel, bara ég og mamma. Og ég eyddi $236. 236? Já, og mamma 423. Hæ? Hvað er að kaupa? Ég var að kaupa lotion, ég var að kaupa rakvél, ég var að kaupa... Hvernig náðir þú að eyða $400? Bílsessa. Bílsessa kostar ekki $400? Nei, hún kostaði 5.000 skall. Það eru svona $35? Já. Og ég keypti eina buxur. Þetta er ástæðan af hverju the spending police. Nei! Þannig að það voru næstu $700 samtals, þið tvær. Já. Við vorum að pröfa að hatta. Og núna er ég komin í Dinosaur Park. Já, ég held samt sko persónulega á Íslandi, ég held ég myndi aldrei fara í þá. Við erum komin á stærstu bensínstöð í heiminum. Oh my, wow. Það er svo góð lykt hérna sko. Pröfa að skjóta byssu.